Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni hérna upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt í dag en verðum kannski svolítið í unga fólkinu. Við ætlum aðeins að tala sloppadaginn í Emma og félagslífið þar almennt. Við ætlum að tala stuttmyndahátíðina Stulla sem framundan og allir geta tekið þátt í, ungmenni land allt, og svo ætlum við líka að tala aðeins ungan leikhóp. Við endur síðan á því að tala aðeins Toddmobil og fáum að Þorvald Bjarnar til okkar sem að nú farin að stýra músíkinni í menningarhúsinu Hofi. Við ætlum hins vegar að byrja aðeins á listinni og tala listasafni hér á Akureyri og opnun framundan. Verið velkomnar dömur. Já, takk. Kannski bara að þið byrjaðu að segja mér frá, bara ef þú segir mér frá sýningunni þinni, þú ert að fara að opna í listasafni Akureyrar? Já, ég að fara að opna í Vestursalnum, listasafninu á laugardaginn. Og sýningin heitir Óstöðuleiki og þetta sem samanstendur af skúlptúrum og sem eru með gjörninga. Já. Þannig að það hreyfing á skúlptúrunum og ég sjálf veit ekki útkomuna en þannig að það verður hreyfing á þessu yfirsýninguna og titilin kemur frá sem sagt mikinn áhuga á jafnvægi og stöðuleika, hvað það þýðir og í hvað formi. Það getur bæði verið bara eðlisfræðilegu formi yfir í tilfinningalegt form og það svona sem sýningin fjallar helst Nákvæmlega. Og kannski aðeins þú það aðeins ólík sýning sem þú verður með. Já, sem ég hluti af því að standa að. Það sem sagt yfirleitt sýning á verkum ömmu minnar, Elísabetar Geirmundsdóttir. Sýningin ber nafnið Listakonan í fjörunni. Hún var gjarnan nefnd þannig, mann á millum áður fyrr. En hún sem sagt, það eru 100 ár á þessu ári frá fæðingu hennar og þess vegna var ákveðið að efna til yfirlitssýningar á verkunum hennar sem eru bara mjög fjölbreytt verk, sko. Þetta allt frá bara tréskúlptúrum, gifsmyndum, styttum steyptum í steinsteypu. Það eru ljóð, það eru lög og hún var með bókaskreytingar, þannig að þetta mjög fjölbreytt og ég geti talið áfram. Snjór, það var allir efniviðurinn sem hún vann í, þannig að sýningin mjög bara víðfeðm og svona spannar svolítið hennar stutta listferil, en hún dó langt fyrir aldur fram eftir mikið veikindastríð og aðeins 44 ára gömul, þannig að þetta var skammur ferill en ótrúlega mikið kannski sem liggur eftir hana engu að síður. Hvað getur þú sagt okkur meira hana? Því að þessi tími var nú kannski ekki, ef maður ímyndar sér listakonu á þeim tíma, kannski ekki endilega normið eða hvað? Nei, og ekkert kannski svo eðlilega, eða auðvelt sko, eða hlaupið að því að stunda þetta sko á þessum tíma. En hún var svo heppin að fæðast inn í listhneiða fjölskyldu og þetta var mikið svona náttúrufólk og hún mikið náttúrubarn, en það sést það bara í verkunum hennar. Alveg hreint, það náttúran og það svona alls konar, hvað við segja, huldufólk og fjörulallar og ýmislegt svona sem ekki verið að líta þarna sko. Og sem sagt, þannig að hún hlaut alltaf svona stuðning við þetta og svo sem sagt giftist hún æskufélaga sínum þannig innan á innbænu líka, Ágústi Ásgrímssyni og þau voru svo samheldin og bæði svona mikið náttúrubörn og þetta bara alveg svona ljómandi náttúrulega og skemmtileg saga, þeirra saga. En hún var sem sagt síðan á heimilinu þeirra og það var náttúrulega margt fólk á heimili, sem sagt tengdamóðurinnar var þarna og fleira fólk sem að bjó þarna hjá þeim sko. Og allir kannski gátu svona stutt hana við að hún kæmist í þetta einhverju leyti sko. Þannig að hún svona, þetta var að sinna sínu skyldum en einhvað síður gat unnið þetta, en þetta voru það kannski oft langt fram á kvöld eða nótt og svo framvegis sko. Og þannig að hún var kannski, hvað við segja, þetta var svona heppilegt hvað það varði, en hún náttúrulega sko hlaut af að litla menntun. Hún fór í sko norskan bréfaskóla sko held ég þegar hún var unglingur, þá gat hún sent, teikna myndir, fekk svo tilbaka eftir dúkudisk sko með einhverju tilsögn sko, eða leiðbeiningum. Og svo var skóli sem var sko, hvað ég segja, myndlistaskóli frístundamálari, ég man ekki alveg hvað hann nákvæmlega, það var starfrækt tíma og
þar hlaut hún sko smá leiðsögn í höggmyndagerð og fór á svona eitthvað lítið námskeið líka í málun. Þannig að þú veist, þetta er svo lítið sko að það er alveg bara, já. En þetta er nú væntanlega ólíkt þínum bakgrunni núna í dag. Hvað getur þú sagt okkur um þinn bakgrunn í listinni og hvað ertu búin að vera að bransa hingað til? Já, ég sem sagt fór rétt yfir tvítugt, ég ólst upp hérna á Akureyri, en ég fór rétt yfir tvítugt til Hollands og fór þar í BFA-nám og var í lítilli sveitaborg sem heitir Enskedei, sem ég held að eina sem hún sé þekkt fyrir sé það var flugeldaverksmiðjusprenging þannig 2002. Já. Ég var ekki þá þar, en það var fyrir mér þess. En svo eftir útskrift var ég aðeins áfram í Hollandi og svo flutti ég til New York eftir það og fór í mastersnám þar. Og þar er ég bara búin að búa síðan þá. Og þú býr þar í dag? Já. Hvernig er það að koma svona heim og fylgjast með listalífinu ef ofta nú svona glöggt er gerst augað og tala nú ekki þegar þú hefur rætur hingað? Hvernig sér þið íslenskt listalíf í dag? Það er bara ótrúlega öflugt. Það er alltaf, sérstaklega þegar maður býr á svona stórum stað, sko, þá sér maður í svona litlu samfélagi hvað er rosa mikið kraftur í fólki. Og bara, þess að ég segi fólki bara frá heimabænum minn og hvað búa margir hérna og hvað síðan er í boði. Það fólk er bara á ekki til orð, sko. Og bara svo listasafni hérna er náttúrulega rosa flott. Og já, ég myndi segja að þetta sé bara mjög kraftur í fólki hérna. En þú sagði mér áðan þegar við vorum aðeins að spjalla fyrir viðtalið að það væri aðeins ólíkt hljóðið í fólki hérna heima á Íslandi þegar það væri að spyrja þau bakgrunninn svona fyrir og eftir hrun. Já, það er bara stórmunur á. Oft sko þegar ég kom í heimsókn til Íslands fyrir hrun og fólk var að spyrja hvað ég var að gera og það bara já, er engin peningur í því? Það var svona fyrsta spurningin þetta. Er einhver peningur í því? Já, þegar þú sagðist vera listamaður. Já. Þannig að núna það spyr enginn að því lengur. Nei. Þannig að þú finnur fyrir augljósum breytingum. Mjög miklu breytingum í því, já. En þú sjálf ert komin í listnám. Er ekki svolítið gaman að bæði að fá að taka þátt í að setja upp þessa sýningu og ekki síst vegna tengslaðina við þessar rætur við ömmuðina og líka því að þú sjálf, horfðist ekki í augu við listamannin í þér kannski fyrir síðar. Nákvæmlega og þetta er bara alveg frábært tækifæri segi ég sko. Ég er bara afskaplega þakklátt að vera hér og geta tekið svona mikið þátt í þessu og það er bara alveg gullsígildi sko og maður svona líka sko að því að einmitt ævi hennar var svo skömm og maður sko, ég náttúrulega náði ekki að kynnast henni sko og eiginlega ekkert af okkur börnunum eða ekkert og skal ég segja ykkur að svo þegar maður samt hefur maður alltaf haft svona þessa hugmynd og listaverkin hennar sko verið svona allt í kringum hann í uppvextinum þannig að maður hafði svona einhver ákveðna sýn og svo í dag sko einhvern veginn þá hef ég haft tækifæri til þess að svona grufla svolítið sko bæði í einhverjum inn á tímarit.is og leita sko upplýsinga og bara í gömlum bréfum og þess aftar og svona hvað maður hefur bara færist nær henni sko og það er náttúrulega maður að sjálfsögðu spyr sig sko bara hvað, og það er alltaf þetta hvað ef hún hefði nú bara átt lengri ævi og hvaða áhrif hún hefði haft sko á mann sjálfan sko, hvernig það hefði orðið sko. Nákvæmlega. Tvær sem sagt mjög ólíkar sýningar í listasafninu og þá er bara að vita opnunartíman, hvenær á fólk að mæta? Klukkan 3. Klukkan 3 á laugardaginn. Milli 3 og 5. Já, einmitt. Og þú varst að tala um þessi sýning stendur það verður sýningar sem opna á laugardögum og í rauninni loka á 50 dögum. Já. Og svo kemur ný. Formleg lokun á þessum sýningum á 50 dögum klukkan 3 líka. Já. Frábært, takk fyrir að koma hingað og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum bara eftir augnablik.